brother told me I got what it takes. She said I'll turn your side into something strong. Play the song with a funky break. And the gold card rolls, I was checking out the weather top to see what was safe outside. And later, curly combines, curly bully, and asked me if I needed a ride. She got down, but she never get down. Is gonna make it through the night. Ég vil gefa ykkur styrkingarorð frá postulanum þar sem hann segir: Ekki viljum við systkini láta ykkur vera ókunnandi þau sem sofnuð eru og hafið ekki von, og séu ekki hrygg eins og hinir sem hafi von. Því ef við trúum því að Jesús dáinn og upprisinn, þá mun Guð ásamt Jesú leiða ásamt honum fram þau sem sofnuð eru. Amen. Og þá heyrum við jafnstraum, riðstraum, AC/DC. Graðist að rokka áfram því að hann var mikill rokkmaður og þú ætlar að, ekki veitir að signa sig vel fyrir það, Palli minn, í svona tilviki því að svo þetta hafist ekki af. Það ekki fáir, það svo lengi sálmar í þessum við fylgjum Hauki og hans fyrirmælum í þessum efnum. Knocking me out.
Næsti sunnudagur framundan 4. sunnudagur eftir þrenningarhátíð. Þrenningarhátíð fyrsti sunnudagur eftir hvítasunnu og ég ætla að lesa næsta sunnudags guðspjall, þannig þurfi ekki að mæta á sunnudaginn kemur í messu, fáið bara 2 fyrir 1 með því að mæta hér í dag. En við skulum rísa þá aftur lappirnar og heyra orðið, gerið svo vel. Augað lampi líkamans yfirskriftin. Enginn kveikir ljós og setur það eða felur undir mæliker, heldur ljósastiku, svo þeir sem að koma þangað sjá ljósið. Augað þitt líkaminn. Þegar augað þitt heilt, þá á allur líkaminn þinn heill, en þegar það spillt, þá það þeim ókunnugur og gæti eitthvað verið dimmt. Gæti þess því að ljósið í þér sé ekki myrkur og við líkami okkar þannig allur hjarnar við og hvergi sé myrkur í honum. Þá verður hann allur í birtu eins og þegar lampi lýsir á þig með loga sínum. Þannig hljóða Guðspjallsins heilögu orð, en sælur þeir sem heyra Guðs orð og varðveita það. Amen. Tears in heaven.
Amen, takk fyrir. Náðu sér með okkur og friður frá Guði og föður okkur og drottni Jesú Kristi. Þessi 2 vers sem er Guðspjall næsta sunnudags fjall það að auga okkar á að vera lampi fóta okkar. Það er að segja við fylgjum því ljósi sem Jesús Kristur hefur sagt að við ættum að ganga í. Jesús Kristur segir sjálfur verið vegurinn, sannleik og lífið, ljós heimsins, brauð heimsins og vatn lífsins. Allt þetta eigum við að gefa síðan þeim öðrum sem að framundan eru í okkar daglega lífi þá sem við hittumst. Jesú hefur ekki aðra lærisveina heldur en þig og mig til þess að segja frá og þessi litlu börn hér og litla stúlka sem kemur hér inn. Allt er þetta sem við eigum að sinna og gera til að hjálpa þeim að tilheyra Jesú Kristi, kenna þeim bænir, byggja upp og sýna að Guð sé með okkur verki og þannig verði ljósið okkar sem við horfum til hið hagstæðasta, hið dýrmætasta sem við gefum öðrum. Haukur átti 4 systkini. Þau eru Reynir Hólm, Sigrún Hólm, Jón Ingimar og Stefán. Eiginkona Hauks til 28 ára er Auður Hafsteinsdóttir iðjuþjálfi. Börn Hauks eru Smári Jón, María Björk og Sandra Dögg. Heildarfjöldi niðja Hauks og Auðar eru alls 12. Haukur ólst upp í Reykjavík og gekk í Laugarnesskólann. Á unglingsárunum spilaði hann með Ármanni fótbolta sem markmaður. Síðan fór hann yfir í KR þótt hann hefði þurft að fara dágóðan spöl frá heimili sínu því ekki kom til greina að æfa með Fram eða Val. Haukur er mjög efnilegur og fleygði sér á milli stangana eins og köttur. Foreldrar Hauks byggðu bústað á Ströndum og þá var svo gaman að vera þar og lifa, eiga heima þar smá hríð. Ekki dauð stund, hann fór mikið upp að vötnum að veiða og gerði mörg prakkarastrik með bræðrum sínum. Hann var fjörugur og uppátækjasamur og hélt foreldrum sínum á tánum. Haukur fór á samning í múrverki, að námi loknu starfaði Haukur mikið með bróður sínum, Jóni Ingimar, sem aldrei var tekinn veikindadagur. Haukur á aflmikill og fær múrari sem hafði snyrtimennsku og hreinlæti til fyrirmyndar. Allt var að vera spikk og span áður mætt var að morgni hins næsta dags þar á eftir. Haukur átti marga bíla ævina og gæðin hann verið misjöfn svona fyrstu 20 árin. En nú svo betri og flottari eftir það. Hann var KR aðdáandi númer 1 og hér sjáum við fánan þeirra. Haukur var forsprakk í stuðningsliðinu múrara gengið sem voru þekktir fyrir orðljót umræði við línuverði og dómara. Þeir fengu að heyra það aldeilis. Þar vissu menn hver hann var í Vesturbænum og víðar landið. Haukur hætti múrverki kringum 1989 og fór að sigla hjá Nesskip. Þar tók hann langa túra, oftast 3 til 6 mánuði í einu og upp úr aldamótum hætti hann til sjós og fór að vinna sem sundlaugarvörður í Laugardalslauginni og síðar Ásvallalaug. Starfsævinni lauk hann sem húsvörður. Haukur hefur eignast marga vini af öllum vinnustöðum og haldið góðum tengslum við marga. Haukur fylgdist mikið með fótbolta og var dyggur stuðningsmaður hjá KR og Sunderland. Hann byrjaði að halda með Sunderland þegar Jimmy Montgomery var í markinu og studdi þá áfram alveg til æviloka. Haukur átti sér mörg áhugamál. Hann naut sín í botn að ganga að vötnum og ám til að veiða. Hann velti og spáði mikið í fiskinn þegar hann keyrði og fram hjá vötnum og ám og fylgdist með fiskunum. Hann ferðast mikið innanlands og naut sín til botns í náttúrunni með fjölskyldunni í tjaldvagni og fellihýsi. Hans líf og yndi var sumarbústaðurinn Bakki sem hann smíðaði með frænda sínum. Sumarbústaðurinn var staðsettur norður á Ströndum og fannst honum fátt skemmtilegra en að gera, græja og smíða hann. Og margar góðar fjölskyldustundir voru á Ströndunum þar sem umhverfið var ævintýri líkast. Árið 2010 var sumarbústaðurinn færður suður í Mýrarkot þar sem Haukur var fljótur að koma honum í stand og byggja stóra verönd marga kofa svo sem manncave, geymslur, gróðurhús og krakkakofa fyrir krakkana. Sumarbústaðurinn var annað heimili þeirra hjóna, margir stóri viðburðir og uppákomur voru þar haldnar, svo sem stór afmæli, brúðkaup og margt fleira. Og Haukur var afi árið 2017 og elskaði hlutverk
frá fyrsta degi. Hratt fjölgaði barnahópnum og voru þau aldeilis í miklu uppáhaldi hjá honum. Mikið fíflast og barnabörnin elskuðu Hauk út af lífinu. Hauk var með gott hjartalag og þeim sem kynntust honum þótti vænt hann. Hann var einlægur, dýrmætur en hávær og en yndisleg sál. Hann var stoltur faðir, afi og yfir sig ástfanginn af auði sinni. Hægt verið að skrifa heila bók hann og hans afrek, litrík og skemmtilegu stundirnar með honum. Haukur ræktaði mikil tengsl við vini og ættingja og mætti oft upp úr þurru í heimsókn til fólks eða í vinnuna. Þá stoppaði hann yfirleitt mjög stutt. Stundum náði hann ekki einu sinni að drekka kaffi sem hann bað því það tók of langan tíma að hellast upp á. Þá sumum mætti hann beint bara á eldhúsgluggann, bankaði upp á, sæl, hér er ég mættur og svo bara hvarf hann burt aftur frá heimsókninni. Haukur heilsaði öllum og spjallaði við alla. Hann var beinskeyttur, blístrandi, flautandi, talaði við sjálfan sig og var almennt mjög hávær, hress og kátur. Og svo hér nokkri frasar aðeins úr hans heimi sem þið getur hrokkið kannski við sem heyri það og hafa ekki heyrt áður. Ef Haukur ætla að fá sér bjór og vindil þá tala að fá sér bauk og bliss. Haukur og mikill dellukall hafði mikið upp úr því að það þurftu vera græjurnar góðar, fjórhjólbílar og fleira. En hann var yfirleitt mjög að hugsa sjálfsín, ósérhlífin og hugsa aðra stað sjálfsín. Var fljótur að koma með hjálparhönd og stundum án þess að vera nokkuð beðinn það. Og áhugamálin voru veiði, jeppaferði, fjórhjól, keila, fótbolti, fjölskylda, ferðalag, tónlist og bílar. Og svo hérna lokin aðeins skulum við heyra svona af því sem þeir ekki vön að heyra í jarðarförum öllu jöfnu. En það var þess að vera fyndinn og hressleiki og ekkert að bak við það. Fyrir innan hrjóstugheitin var þessi blíði og umhyggjusami maður sem hugsaði fyrst náungan áður en hann hugsaði sjálfan sig. Sæles, or I kill you? Já, er þetta ekki komið nóg? Ætlið þið aldrei að fara eða hvað? Bítti punginn á þér. Bæði heilsan og kvaddi með því að segja þetta. Og ef menn svöruðu á móti, bítti punginn á þér sjálfur, þá svaraði hann, get það ekki, auður á milli. Og þegar hann var að keyra, þá henti hann stundum drasli út úr bílnum. Lengi lifi unglingavinnan. Á ég að buffa þig eða hvað? Og við endum athöfnina og segja ég anda Hauks, jæja þetta er gott komið, drullið ykkur út hérðan. Auður og Börn var í þakklátt að viðstæddir gætu sendt myndir, minningar og eitthvað Hauk á minningarhaukur@gmail.com. Kveðjur eru hér frá Davíð Löfi og Jónu Alexandersdóttur í Svíþjóð, Kolla og Árni upp á Kjalarnesi biðja einnig að heilsa. Minningar okkar Hauk Frans Jónsson eru margvíslegar. Hver og ein minning gefur okkur í huga þakklæti til Burkhallas bróður okkar sem horfinn heim til Drottins. Megi frelsarinn og endurlausnarinn Jesús Kristur gefa okkur þá trúarfullvissu að við munum hitta alla þá sem undan okkur gengnir við endurkomu Krists á dómsdegi. Megi svo verða í Jesú nafni. Amen. Og þá höldum við áfram með Eric Clapton. Það nú svona í rólegheit af fræðunum frekar. So you think you can tell heaven from hell, blue skies from pain? Can you tell a green field from a cold steel rail, a smile from the web? Do you think you can
Biðja saman, við þökkum þér himneski Faðir að við megum koma fram fyrir þig á stundum gleði og hamingju og leita til þín þegar sorgin þjakar. Heyrðu bænir okkar þegar við biðjum blessun til handa Hauki Frans Jónssoni, bróður okkar sem við kveðjum hér og felum í dag. Í trú á þig þá höfum við stigið yfir frá dauðanum til lífsins, styrktu þá sem hér kveðja og veittu þeim leiðsögn á komandi tíma eins og söfnumst öll frammi fyrir þér. Og alla bænir felum við síðan þeirri bæn sem Drottinn kennt og biðjum saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Og eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen.
sá myndband með Hauki þar sem hann var hlaupslátt í hast og þar gat hann verið alveg svo vakningaprestur í Bandaríkjum, þú hast og samkomu hjá svertingjum þar. En við skulum þá rísa á fætur þegar við ætlum að molda hér. Lofa sig Guð og Faðir Drottins okkar Jesú Krist sem eftir mikilli miskunnsemi vill endurfæða okkur fyrir lifandi vonar Jesú Kristu frá dauðum. Jesús Kristus sagði, ég upprisan og lífið, sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann deyi. Af jörðu ertu komin, af jörðu skaltu aftur verða og það sem best af þessu öllu saman, af jörðu skaltu aftur upprísa. Drottinn gefi dauðum ró en hinum lík sem lifa. Drottinn blessi þig og varðveiti þig, Drottinn láti sín ásjón og lýsa yfir þig og sé þér náðugur, Drottinn upplifti sín augliti yfir þig og gefi þér sinn frið í nafni Guðs Föður, Sonar og heilags anda. Amen. Þar sem englarnir syngja sefur þú, sefur í djúpinu væra, við hinn sem lifum í trú, að ljósið bjarta skæra. Veki þig með sól að morgni, veki þig með sól að morgni. Drottinn minn Faðir lífsins ljós, lá þína skína svo blíða. Minn styrkur þú ert, mín lífsins rós, takk burt minn myrka kvíða. Þú vekur hann með sól að morgni, þú vekur hann með sól að morgni. Faðir minn, láttu lífsins sól lýsa upp sorgnætt hjarta. Hjá þér ég fann frið og skjól, láttu svo ljósið þitt bjarta. Vekja hann með sól að morgni, vekja hann með sól að morgni. Drottinn minn réttu sorgmæddri sál, svaða líkna hönd og slökktu hjartans arma bál og slít sundur dauðans bönd. Svo vaknar hann með sól að morgni, svo vaknar hann með sól að morgni. Farðu í friði, vinur minn kær, Faðirinn mun þig geyma. Aldur og ævi þú verður mér nær, aldrei þér skal
gleyma. Svo vöknum við með sólarmorgni, svo vöknum við með sólarmorgni. Svo vöknum við með sólarmorgni, svo vöknum við með sólarmorgni. Hér yfir í safnarheimili við hliðina á dauðarollunni og eins og bara Haukur sagði allt í lokin, drullið ykkur út. Gummi.